Allt frá því að Landsvirkjun var stofnuð hefur verið unnið að samfélagslegri ábyrgð með ýmsum hætti og árið 2013 þá gerist Landsvirkjun aðili að Global Compact sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það var svo í upphafi árs 2017 að Landsvirkjun ákvað að velja 3 af heimsmarkmiðunum 17 sem áhersluatriði í samfélagslegri ábyrgð, jafnrétti, sjálfbæra orku og aðgerðir í loftslagsmálum. Við fengum líka tækifæri til að fara í samstarf við samtök á vegum Sameinuðu þjóðanna sem heita Sustainable Energy for All. Markmið þeirra að tvöfalda hlut endurnýjanlegrar orku í heiminum og auka aðgengi að henni. Þá varð úr að það var settur á fót hraðall, hvernig væri hægt að styðja við þá sérstaklega konur í þróunarlöndunum aðgengi að sjálfbærri orku. Við ákváðum að fara í viðamikla greiningu á stöðu jafnréttis og skoða ekki bara þessa klassísku hefðbundnu þætti eins og kynjahlutföll og laun, heldur fara í viðameiri greiningu á jafnréttinu og skoða meðal annars fyrirmyndir, menningu, samskipti, vinnuumhverfi, stefnu og skipulag. Og fyrir 18 mánuðum síðan lá þessi greining fyrir og ákváðum að virkja allt starfsfólki okkar með okkur í þessa jafnréttisvinnu að umbóta tillögum í jafnréttismálum. Sumt gengur vel hjá okkur í jafnréttismálunum og annað gengur hægar og við finnum að þetta ekki átak. Við erum ekki orðin góðir í jafnréttismálum og verðum það ekki heldur eftir 1 eða 2 ár. Við þurfum að halda virkilega vel á spöðunum. Það hófst vinna innan fyrirtækisins að kortleggja hvernig fyrirtæki gæti orðið konungshlutlaust árið 2030. Því var ráðist í það að undirbúa útgáfu á svokölluðum grænum skuldabréfum. Munurinn á hefðbundnum og grænum skuldabréfum, græn skuldabréf eru raunverulega eins og hefðbundin skuldabréf, nema að í tilfelli grænna þá er þriðji aðili sem að vottar græna skuldabréfaramma sem að fyrirtæki útbýr. Og í honum kemur meðal annars fram hvernig fjármunum verður ráðstafað og í hvaða verkefni og hvernig fyrirtæki hyggst síðan greina frá ráðstöfun fjármuna. Þeir sem að hana kaupa eru þá að taka þátt í fjármögnun á verkefnum sem að hafa jákvæð áhrif á umhverfið.